Þá það annar dagskrárliður, Klettaborg, umsókn heimild til breytingar á deiluskipulagi. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur næst til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér erindi dagsett 11. maí 2017 þar sem Þórir Guðmundsson fyrir hönd umhverfis og mannvirkjasviðs Akureyrarbæjar óskar eftir heimild til að breyta deiluskipulagi á leiksvæði við Klettaborg. Fyrirhugað að byggja 6 þjónustuíbúðir fyrir fatlað fólk með mikla stuðningsþörf og sameiginlega aðstöðu fyrir íbúa og starfsfólks. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda þann 31. maí 2017 að leggja fram tillögu að breytingu á deiluskipulagi. Tillagan dagsett 21. nóvember 2017 og unnin af Kollgátu. Með leyfi forseta þá langar maður aðeins að lesa hérna greinargerð með deiluskipulagstillögunni sem að útskýrir kannski aðeins betur hvernig þetta er. En nýtt hús á lóð 43 skal taka mið af yfirbragði húsa á skipulagssvæðinu. Húsi verður þó einni hæð lægra en öll önnur hús á skipulagssvæðinu en þau eru 2 hæða. Leiksvæði sem merkt á þessum stað í gildandi skipulagi fellt út. Því hins vegar fundið nýr staður norðan Klettaborgar skili frá Dalsböll með hljóðmönnum til vesturs og norðurs. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010 og að næstu nágrönnum verði tilkynnt auglýsinguna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara einfaldlega að fagna því að þessi deiliskipulagstillaga sé komin fram. Þetta mál hefur tafist alveg hreint fram úr hófi og bara sorglegt hversu langan tíma þetta hefur tekið. Þetta lent hér reyndar inn í aðalskipulagsvinnunni og því miður að þá hefur þetta dregist allt og lengi. En það er bara fagnaðarefni að þessi tillaga sé komið fram og við vonum að þetta gangi fljótt og vel hér eftir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þeir sem fleiri hafa ekki hvert sér ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt eins og gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum.